ég er hættur það. Kæru hlustendur, velkomin í Pingjuna, ársreininga þáttur. Guten Tag. 25. apríl, það er Station helgi framöndan. Það er 1. maí á mánudaginn fyrir ykkur launþegana sem voru ekki búin að átta ykkur á því. Já, mánudaginn eftir viku. Mánudaginn eftir 6 daga. Já, akkurat. Það eru eflust einhverjir búin að marka það niður og Frí á föstudaginn. já, taka frí jafnvel 50. föstudag. Já. Og eiga þarna 5 frídaga sko. Mjög sniðugt. Ég var að heyra eitt nýtt. Að þú getur í rauninni nýttir að þangað til að börnin verða 18. Já. Að segjast vera, ég er heima með veikt barn. Já. Þannig að þú ert með eitt 17 ára. Það er ennþá accepted. Já, það er nú ekki að fara að mæla með því að fara að ljúga því en Þá getur tekið á 5. daginn, sendir á bossan, chefana. Ég er heima með eitt veikan. 17 ára sem er úðvis í Dominos og liggur inn á keldunni. En þetta er hérna sko... Svo ertu frí á föstudaginn, 1. maí. Og hvað gerir annar maí? Mætir vinna. Já, mætir vinna. Þá ertu komið 5 frídaga sem er meiri nót til að endurnæra þig. Já, ég held að. En herðu, það er líka merkilegt ef ég er að telli rétt og ég held ég sé að því. Ég tel eiginlega alltaf rétt. Já. Þá er þetta okkar 6050 ársreininga þáttur í dag. Já. Takk fyrir það. Ég er með skrá 59 hjá mér. Nei. Jú. Hæ? Ég er enda að byrja að setja þetta eitthvað seint inn í nósjá. Hvað sagði það? 65? 6050. Ef við höfum vissulega verið að taka, þú veist, þemaþætti sem er tvískiptum eins og sveitafélögin sem við ætlum aldrei að tala um aftur. Já, það ljóta röst. Og ríkið sem að, svona, viljum helst ekki tala um meir og eitthvað svona fleira. Þetta er allan að 6050 þáttur sem er hlaðið upp á netið. Djúvillig þannig gaman. Það væri alveg gaman að taka recap á sveitafélagadótinu. Nei. Út af því að það er allt í hakki í sveitafélagum. Já, ég veit það sko. Þurfum við ekki að fara að kíkja á þetta uppgjör hjá borginni eða? Já, einhverjum. Æ, ég veit ekki. Nei, það er bara depur. Borgin og Árborg og það er náttúrulega allt í hakkinu. Já. En það er ekki það sama að segja fyrirtæki landsins. Það er allt í blóma, bara alls staðar það sem við kíkjum. Já. Það er svona næstu því. En í dag Agró. Veistu eitthvað um þetta nafn? Nei, þú veist. Nei. Reyndur ekkert að lesa í það? Nei, Agró, þú veist, er þetta ekki eins og eitthvað svona Always coming revenue optimizing, segja sumir. Já. En þetta er ekki það. Já. Ég er nefnilega að flettu upp. Ég er með getgóttur. Já. Ok, hvað þú með þína fyrst? Mikró, nano, agró, eitthvað svona. Er þetta eitthvað inn í því? Ég skrifaði bara What does agro mean in Greek? Já. Gamma, delta, allt, þú veist. Þetta er eitthvað blæti hjá verðbréfapésunum. Finnum eitthvað á grísku. Já, algjörlega, þú veist, er þetta ekki eitthvað þannig eða? Já, og þetta þýðir high, eða toppur, svona highest eitthvað. Er samt agró, er það grískur bókstafur eða? Já, allavega þetta þýðir eitthvað á grísku. Ég skrifaði bara agro in Greek. Ég man nú ekki eftir því, en jú, sennilega. Agro comes from Greek, en það þarf ekki að vera að þetta sé bókstafur það? Nei. Getur þetta ekki bara verið eitthvað orð? Ég er ekki náðu segur í grískunni. Nei, eflaust. En herru, áður en við dembum okkur í það, við erum hérna með ISNIC, að sjálfsögðu, mér langaði aðeins að fara yfir það. Núna erum við búin að vera að nefna upp lén í þáttunum hjá okkur. Já. Og það eru nokkuð farin, eða fjölmörg, þú veist, launþegin.is, stýrivextir.is, svo eru 4 af dögunum farnir. Þú veist, mándag, þriðjudag, miðvikudag, fimmtudag, föstudag, laugardag, sunnudag og mánudagur, skilur. Fjármagn.is farið, vara.is farið og mér er að segja pulsa.is, það er farið út líka. Í alvörunni? Já, þannig, en það eru nokkuð lén sem við höfum nefnt sem að mínum að þetta ættu að vera löngu farin út. Ok. Meðal annars seðlar.is. Það er ennþá? Hér er bara viðskipta hugmynd, þú getur bara tekið sögu íslensku seðlana, bara selt trafíkina, auglýsingar, verið með einhverja sögu bara um íslenska mynd. Já, það er skemmtilegt. Þú veist, svo er hagnaður.is, það er ekki ennþá farið út. Aurin.is, ekki ennþá. Spak.is. Spak, það er gott. Já, þannig að það er hérna... Spakkarinn. Já, það er nóg þú veist, það er nóg að lénum eftir ennþá í pottinum. Það er líka annað, munið að láta vita. Ef þið eru að hætta með eitthvað lén að senda út post, svo kom ekki einhverju svikarheppar. Já, það er mjög góður punktur. Þakkum ISNIC fyrir, herru, svo er það Landsbankinn, það er vikuburinn og Hagsjáin. Hagsjáin í gær var hrottaleg. Unna er ekki bjartsýn. Jésús Kristur maður. Þetta er náttúrulega, sko, þú veist, þetta er sveiflur í þessu. Þetta er það sem ég fíla við hana. Hún segir bara hlutin eins og þeir eru. Já, algjörlega. Og þar færðu líka, þú veist, í þessum postlistum, þar færðu bara hlutina eins og þeir eru. Frábært tól til að halda þeir uppfærðum dag og nótt á fjármálamörkuðum og bara í efnahagslífinu. Sko, hún sagði hægara hagkerfi
og frekari vaxtahækkanir, það bara, Jesús, Una, þurftur að break it to us so badly. Já, við ætlum ekki að fara nánar út í það, skráðu ykkur bara þarna inn á og þið verðið, sko, algjör snilt. Þið verðið öllu vísari eftir það. Mándagsmótna, Síminn og Nóa með uppgjöru í vikunni, meðal annars. Takk. Hörðu, Keldan síðan, hvað segirðu mér með Kelduna í dag? Það mjög gott, ég hitti liðblinda vinn minn. Hann tók ekki eftir neinu á markaði, en fyrir okkur hinn sem sjáum munin á rauð og grænu, þetta búið að vera hart, þetta búið að vera harkalegt tímabil. Já, það þetta neikvæð ástun, en við hvetjum fólk til að vera uppfærið inn á Keldunni og fylgjast með þessu. Já, og eins og Lensæðin segir alltaf, tækifærið núna. Algjörlega. Tækifærið núna. Og svo að sjálfsögðu líka Keldu appið, sem við höfum talað hvetjum ykkur til að skrá ykkur þar. Mjög þægilegt að vera áskrift. Mjög þægilegt að vera áskrift þar og og þar, þú veist, þar getur þú séð yfirliti vera alla þessa sjóði, með þessa norrlensku líka, með Skandinavíu og ég veit ekki hvað, en sjálfsögðu það sem öllu máli skiptir að vera á Keldunni og vera bara að refresha. Þar koma líka allar helstu fréttir og annað. Heyrðu, ég með breaking news. Loðnufréttir datt í fyrsta skipti inn á Kelduna. Já, til aukum með það. Þið þurfum reyndar að velja sjávarútvegur. Þarna var skrifið frétt hrognabirgðir í sögulegu hámarki. Já, takk fyrir það. Athyglisvert. Þannig að samstarf okkar við Kelduna það er blússandi sigling. Blússandi. Það er aldrei verið á jafnmikilli siglingu nú. En herðu, þú ert með eitthvað samantekt fyrir mig, sagðirðu? Já, sko, ég er búinn að segja hvað ég held að þetta þýði. Hannes er alltaf velkomin ef hann vill útskýra þetta agró, hvað þetta stendur fyrir. Always coming, revenue optimizing. Já, ég veit væri gaman að fá Hannes. Ég, sko, þekki til hans, hann var var með svona námskeið í HR, sko. Já. Og þetta var bara ást við fyrstu sín, sko. Já, Já, bara þvílíkum meistari, sko. En hvernig námskeið var það? Já, hann var að... Kökubakstur? Já, þetta var svona fyrir prófin. Já. Og fyrir eitthvað lokapróf, sko. Hann var hann að kenna starffræði og... How to cheat in the finals? Nei, hann var reyndar ekki að því, en sko, þú veist, hann kendi þetta það vel að það jaðraði bara við svindl. Já, ok. Það var bara það vel kent og hann var bara léttur líka og þú veist, var að tala flókin málefni á léttu nótunum. Var þetta Vestló eða HR? Ekkert ósvipað okkur, sko. Hvað segirðu? Vestló eða HR? Það var HR. HR, já. Þannig að, já, hann ætti alveg fullt erindi við þetta bóra hingað með okkur félagun. Já. Hann flóknar hluti á léttum nótum. En sko, fyrir hans tíð hjá Agró, þá hét fyrirtækið Íslenski fjárfestar. Já. Og sko einhvers staðar sá ég að það hafi verið stofnað 1994 en á heimasíðu Agró stendur að það hafi verið allavega meðlimur að Nasdaq og verðbréfafyrirtæki frá 1997 þannig að svona, þetta allavega með einhverja 20 ára sögu sem rekstrafélag og upphaflega það verðbréfamiðlun en í dag skráð verðbréfafyrirtæki og ég held að meginmunurinn þar að þeir eru náttúrulega bara komnir inn í fjölbreyttari starfsemi í þessu finansdóti. Það er eignastýringin, það ráðgjöf, hvað fleira. Appið er náttúrulega komið, en ekki bara þessi pjúra miðlun eins og margir. Nei, þau eru bara að sjá fjármögnun og þú veist skuldabréfa, útboð og annað, fleira. Já, og aðeins til að gefa kredit, þá fletti ég nokkur ár aftur í tímana, sko, Íslenski fjárfestar var í eigu nokkur einstaklinga, fram til ásins 2017, þegar að Ender Hannes, þó að langstærstum hluta mann að nafni Karl Jóhann Ottosson sem átti 83%. Og mér skilst að það félag hafði verið í svolítið svona dala eitthvað skeið, lifa svolítið á fordrifræðu við að hjálpa ákveðnum tegundum fjárfesta að kaupa erlendis í einhverjum svona sjóðum og ekki alveg sama grettan og í dag kannski í starfseminni. Svona meira að sækja og einmitt. Og bara svona og miðla og eigum við ekki að gíra okkur þarna og keira og hlaupa og kannski bara svona hjækt doldið á þessu. En svona fyrir almenna fjárfesti því þetta basically bara þetta starfsemi sem aðstoða aðalega sjefa, myndi ég að segja og svona fjármálafésinn við miðlun. Þetta sem við köllum fagfjárfestar. Já, nema kannski með þessu nýja Agró-appinu. Ég með smá punkt það að ég hringdi í nokkra aðal á markaði og fekk feedback á þessa starfsemi. Sko, það sem gerist árið 2017 að Hannes, hann var áður hjá Fossum, gengur þar út og stekkur yfir. Eignast sýnist mér 50% í félaginu á einu bretti og svo tínast yfir fleiri sjeffar úr Fossum. Og þetta svona, það Fossa bragur á þessu. Nett afsprengi. En ég held, þú gæti kannski verið með aðrar upplýsingar, allir núverandi eigendur eru fyrrum starfsmenn Fossa.
Stærstu liti? Ég fór ekki svo djúpt. Nei, ok. En við hendum bara engisbrett á mig. Hendum engisbrettin á þetta. En það sem að það þýðir að sjálfsögða að við fyrum okkur allir ábyrgð á því sem við segjum. Já, getum við að drulla upp á bak. En það sem þú kannski kemur betur inn á heldur en ég er að það er eitthvað sem gerist þegar Hannes kemur inn 2017. Veltan fer á flug. Já, ég verð með svona, einhverja tölfræði. Ég var ekkert að skoða allt og mikið gamla félagið. Það bara svona, bara eftir að Hannes endraði Matrixið, sko. Já, endraði Matrix. Og í bransanum þetta kallað Hannesar hrifin. Já, og ég sko, það kemur bara fram. Þetta ákveðin Hannesar hrif þegar núverandi framkvæmdastjóri kemur til félagsins. Og bara til að útskýra, þú þekkir Doppler-hrifin eða ekki? Nei. Doppler-hrif? Þú hlýtur að vita hvað það er. Nei, hvað er það? Hannesarhrifin eru öfugt Doppler-hrif. Doppler-hrif er þegar sjúkrabíll nálgast, þá heyrir í honum þegar hann kemur. Já. En heyrir ekki þegar hann fer. Já, einmitt. Hefur ekki heyrt það? Jó, þegar þú segir það, sko. Doppler-hrifin, já, til dæmis með sjúkrabíla. Ég var ekki að kveikja á nafnu. Já, bara til að útskýra þetta, að þú heyrir í sýrunum. Bylgjutíðni? Já, sko, þú heyrir í sýrunum koma því að það skella á hljóðhimni á leiðinni. Það er að segja hljóð með háatíðni, þú ert með mér, er skert þegar hann nálgast okkur en fær dýpri tóna þegar hann fer framhjá og byrjar að fjarlægast. Hjá honum er þetta vist öfugt. Já, ok. Og það er þessi Hannesarhrif, að hann nálgast þig með dýpri tón en verður skærari eftir því sem þú fjarlægast. Já, skemmtilegt, einmitt. Þetta er kallað Hannesarhrifin á markaði dag. Og eitt með þetta, hann er einn af tveimur bestu, heyrði ég bara, skuldabrauðmiðlurum landsins. Já. Ég held að hann væri day to day kall. Nei. Heyrðu Siggi að vanta smá kaffi? Gunni, akkur svona þunnur? Heyrðu strákar, smá Aderol í þessa? Verkjatöflur á palla? Hann er long term. Hann er ennþá að treyta skuldabröðum og einn af tveimur stærstu, heyrði ég. Hann er Bond, hann er Jersey Bond. Sko, það sem að allir höfðu áhuga á og rættu er þessi innkoma þeirra í retailin. Og er það ekki bara núna 2023? Jú, það er í byrjun árs 2023, þannig að í rauninni sko ársreikningurinn núna 2022 sem við erum með, hann segir kannski ekki beint til þú veist, tekjur frá því en væntanlega er einhver gjöld tengd appinu, þau hafa væntanlega þróað yfir 2022. Já, þróunarkostnaður og fleira sem týnist inn. Þannig að við munum örugglega ekki sjá áhrifin að því alveg strax, en þau verða skær. Já, eflaust, ég efa það ekki, þetta er náttúrulega stórkostlegt. Fyrir fólk sem kannast ekki við þetta, þá heitir appið einfaldlega Agro og þess að við verið líkt við Robinhood. Þetta er orðið þægilegra að kaupa og selja bara einu appi. Annað sem var stórt með þetta var að þú gast fengið upplýsingar að tilboðsbókinni og rauntímagögnum sem að við sem áskrifundur keldunar höfum alltaf haft. Þannig að ég var ekki alveg að sjá what's the fuss. Ég sé ekki alveg tilgangi með því. En sko, ég heyrði á nokkur spöðum á markaði að þetta væri helviti gott svona strategic move hjá þeim því að þeir eru víst með fáa en stóra kuna í fagfjárfestunum. Með þessu þá eru þeir að ná til miklu breiðari hóps, mjög marga svona kannski á okkar leveli litla og svo var talað til kúrekana bara. Já, ná til kúrekana og svo var einmitt talað það sko að mögulega fyrir einhverja 1000 990 af þeim skipta engu máli, þú veist bara þóknarna éta upp og þeir borga sér bara sjálf eða bara standa undir sér. En þú kemst þarna kannski tæri með einhverja 10 sem eru bara, heyrðu, við vorum ekki í samskipti við þessa ári, við kannski að þjónusta þennan kunnaðins betur og akkur þú ekki hjá okkur í eignastýringunni. Algjörlega, þetta er bara tól til þess. Aðeins eða ekki bara tól til þess, en nei, alls ekki, en þá svona að tala strategically, þá er þetta nokkuð klókt. Sá innherri skrifaði fyrir árið 2022 þá var Agro með 14% hlutdeild í hlutabrjöfum á Íslandi, 17% í skuldabrjöfum. Þannig að þú sér það, þeir eru stærri í balans. Til samanburðar voru Arion. Það er alveg stórt. Já, og til samanburðar voru Arion stærsti með 21% og 20%. Þannig að hann er ekkert langt á eftir. Segir maður. Sérstaklega út af því að hann nú svona held ég ekki sagt til að tala niður til þeirra en þeir voru kallið svona svolítið bútík. Þetta er svona aðeins minni ívöfum heldur en bankarnir. Svo vorum við eigendahópinn, þetta er allt núverandi starfsmenn skilt mér, en það er þó smá flakk og hann heitir Sigurður Hreiðar sem var þarna stór hlutafi. Sigurður Heiðar? Heiðar, já. Hann er vist farin yfir í strætið og étur núna snúðana sína hjá Kviku. Já, einmitt, hann er vissulega skráður samt hluthafi í lok árs 2022. Já, þetta er bara nýbúið að gerast og á að vera nokkuð stórt múð, því að hann var stór hluthafi og stór partur þarna inni.
Þannig að það verður stórt högg að missa hann. Og við vitum hvernig það fyrir svona fyrirtæki að þetta náttúrulega bara, þú veist, mannauðurinn skiptir öllu hér. Ég meina, þú veist, hann kannski með sína kúna, fer yfir til Kviku og þar að leiðandi verður eitthvað tekjutab af bara manneskjunni sem slíkri, sko. Þarna varstu ótrúlega naskur. Já, takk fyrir það. Þú ert að leggja upp fyrir mig lokapunktinn. Sko, svona lokapælingar, það sem allir nefndu eru að þú veist, þetta voru svona 2 eðlislík félög fyrir 2 árum, Fossar og Agró. Eiginlega gera það sama, með miðlun, einhver svona dass af ráðgjöf og svo að reyna að feta þinn veg í eignastýringuna, þess að þú tekur inn meira fjármagn og ert að sýsla með peningana. Það gerist eins og að þau fara gjör ólíka leiðir. Fossar ákveður að verða fjárfestingabanki og feta þann stiga og núna komið í þá stöðu að þau eru að sameinast Vís. Á meðan að Agró hefur farið þessa leið að þau eru víst að stofna held ég dótturfélag sem á að sjóðastýringu sem á að einblína á erlend hlutabréf og það var alveg orðað því að það mjög tough space to enter og svo náttúrulega hvernig hugsað retailin með að launsa appinu. Algjörlega. Þannig að mjög áhugavert hvernig þau eru að fara í sikkur áttina og það sem að fylgdi hérna sögunni, ég spurði, þá ekki bara hægt að verðmeta Agró eins og Fossa? 4-5 sinnum bókvart eigið eins og kom hérna fram í einhverjum fréttum fyrir á þessu ári. Og þá það sagt sko að í rauninni allt yfirverð á verðmat á eigin fé fylgir eignastýringunni og fjárfestingabankastarfseminni. Og miðlunin svo hættuleg út af því að það svo mikið sem fylgir bara mannunum. Þannig að þegar eitt svona gæði stekkur yfir, hann getur tekið helviti stóra veltu með sér. Algjörlega. Þannig að ég einskis virði það hvernig við að verðmeta Agró hérna í dagslokk. Já, við bara láta það í friði. Já, það ekki. Þú vilt ekkert fara að henda 7 meðbut á þetta, þannig Nei, ég held ekki sko. En svona bara til að súmera upp að þá bara sagt, ef þú ert bara með miðlun ráðgjöf, þá ert ekki jafn mikils virði. Lánin, fjárfestingarstarfsemin, leyfin sem fylgja því, vesenið. Það svona ákveðin premi á vermiðan sem að djúsaði upp og bara eins og við komum fram með að Fossar að sameinast Vís. Ég hefur eiginlega ekkert meira Agró. Nei. Það kannski aðeins bara pælingar á eftir. Þetta var bara flott summering og ég þakka kærlega fyrir það. Var þessi summering í boði einhvers? Hún í boði Inkasso. Já, hún var í boði Inkasso. Og við viljum meina að vanskilin sé að lækka hjá þeim sem eru í Inkasso. Já. Eða ekki? Jó, eða ekki. Nei, jú, eða þú veist, eða ekki? Jú, segjum það bara. Já. En þetta að sjálfsögðu þessi umtalaða mannúðlega innheimtustefna sem þar á bæ. Já, rétt, Inkasso momentum. Þetta frí þjónusta fyrir fólk og í rauninni bara gjössamlega no-brainer að þú ert í rekstri og ert bara innheimta, eða þú veist, taka reikninga. Þetta líka þegar vextirnir eru svona háir leið og það ekki búið að greiða á inda, þá viltu vera í Inkasso því að þeir grípa strax boltan. Ekki spurning. Og passa upp á að þú sést ekki að missa vextina í einhverja þvælu. Algjörlega, hvetjum ykkur til að kíkja inn á inkasso.is strax í dag og fara að minka hérna velturraðan á kröfunum. Það ekki spurning. Herðu, þá þetta sko, þetta náttúrulega stórmerkilegu þáttur á því leitinu til að ég held að þetta sé bara fyrsta fjármálafyrirtækið sem við erum að taka fyrir. Já, gott ef ekki. Getur ekki passað, jú, ég held það. Og sko, við erum með 2022 ársreining í húsinu gott fólk, það nú bara svo. Og félagið sem heitir bara einfallega Agró Verðbréf HF sem sagt í eigu 7 aðila og ef við tökum þetta, sko, nú tek ég þetta bara eftir því hvernig hlutdeildin var í lok árs 2022 og þar ber fyrst að nefna Tómas Karl Aðalsteinsson sem að fer þar með stærstan hlut 20,13% og það skráð hans eigin kennitölu. Restin í rauninni í gegnum eignarhaldsfélög. Þar fara næstir 4 aðilar, það Sigurður Heiðar Jónsson í gegnum eignarhaldsfélagið G62 EHF. Ekki Sigurður Hlöðver. En eins og þú segir, þá hann farinn, þannig að hlutföllin hafa eitthvað riðlast til, en ég bara að lesa þetta upp eins og þetta var í lok árs 2022. Svo það Þorbjörn Atli Sveinsson í gegnum Norðurvöru EHF, líka 15,02%. Svo það Gunnar Freyr Gunnarsson í gegnum Selsvellir EHF, 15,02%. Og Hannes Árdal 15,02% sömuleiðis í gegnum Red River Road EHF. Það reyndar, mér finnst það eitthvað svo hart. Það hörkuna. Herru, svo eru 2 með 9,9% Hvað á fyrirtæki þetta heita? Red River Road. Já.
En 9,9% segi ég, það Jónas Guðmundsson, Jökulvík EHF og Björn Hjaltesteinn Gunnarsson í gegnum Bakkagarður EHF. Rauðalæksvegur. Upptalið. Hvað segirðu? Red River Road. Þetta minnir mig dálítið á eitthvað svona Red Dead Redemption, eitthvað svona, þetta alveg eitthvað svona kúreka. Red River Road. Red River Road. Þetta kúreka. Hannes kúreki. Þú veist, við tölum okkur sem netbanka kúreka, hann bara kúreki. Hann bara proper kúreki. Hann fagfjárfesta kúreki. Það eru þetta ársendingu 2022 sem verður hafður að leiðaljós í dag. Og með svona grunar að yfirferðin mín getur orðið aðeins styttri heldur en venjulega sem þú veist, ég veit ekki, kannski fagna því einhverjir en ársendingurinn svona tiltölulega einfaldur þráttur að fyrirtæki vinna auðvitað í flóknu umhverfi. Svona minnstakosti lagalega séð og þú veist, við þekkjum þetta er alls konar leyfi og rugl og þetta getur verið mjög flókið. En við sjáum hvað setur. Ég ætla að hefja yfirferð á rekstrarreikningi og ég ætla að hafa hann í boði Rekus í dag. Rekus, þið nú farin að þekkja þetta þessi leiga sem á rýmum skrifstofulega, rými og allir fjandinn, þetta fyrir minni og stærri fyrirtæki eru núna í meira mæli farin að nota þetta og líka sem bara svona hybrid vinnustað, svo viljum við auðvitað impra á því að það allt innifalið í þessu, þú veist, það eru húsgögnin út með internet, út með kaffi og þrif og fleira, það ekki að spá í því. Útsýnið, ekki gleyma útsýninu. Nei, svo það. Og þú veist, þetta náttúrulega á Hafnatorgi og svo í Garðabæ, hérna í bænum. Svo þetta líka út á landi, Borgarnes, Stykkishólmur, Ísafjörður, að þú ert að fara í einhverja vinnuferð. Já, þá getur við bara að bóka þetta. Við erum með kortið. Já, og svo skrifstofa. Svo þetta líka bara þetta business lounge, hérna, Rekus. Það bara út allan heim, endurgjaldslaust eða út meðlimur, yfir 4 staðsendingar. Þannig að ég held að sé eina viti að tjekka á þessu strax í dag. En okkur í raun ekkert að vanbúnaði annað en þá bara að dempa okkur í ársreikningin og við byrjum á tekjunum. En tekjur Agro verðbréfa árið 2022 var rétt rúmur milljarður króna. 1,012 milljónir til að vera nákvæmur og þetta í fyrsta sinn í sögu félagsins sem að tekjuna fara yfir milljarð króna. Og ég vil bara óskaði minnilega til að hamingju með það. Þetta þetta gríðarlega stór milestone. Nú þessar tekjur eru að mestu tilkomna vegna viðskipta þóknana sem eru 995 milljónir króna talsins og við þekkjum vel þessar viðskipta þóknanir commish eins og við kallar hér eru búnar til tekjur með því að taka bara ákveðna prósentu af viðskiptum sem eiga sér stað í gegnum þau sem dæmi gæti verið að einhver fagfjárfestir kaupi hlutabréf í gegnum þau fyrir, ég segjum bara 10 milljónir króna og samkvæmt verðskrá þóknunin 1% á skráðum innlendum hlutabrifum og þá eru þau að fá 100.000 krónur í sinn hlut fyrir þau viðskipti. Eitthvað segir mér samt að fagfjárfestar sé á töluvert betri kjörum. Ég er bara að taka svona, þetta nokkuð einfalt dæmi. En svo eru stóru seðlarnir. Þeir eru væntilega að koma úr svona fjármögnunarverkefnum og útboðum og fleiru. Agro náttúrulega líka sjá bara söluráðgjöf og sem dæmi voru þau annar af söluráðgjöfum við sölu á hlutabrifum fyrir 19,5 milljarð hjá Alvotech í þess að lokuðu útboði bara í byrjun árs og sömuleiðis byrjun árs 2023 og sömuleiðis hafa þau verið í skuldabréfa fjármögnunum fyrir mjög stórar upphæðir svo ég myndi halda að þar séu stóru seðlarnir að koma. Ég þekki þó ekki þóknarnar sem eru á þessum viðskiptum en það vantilega einhvers konar samningsatriði bara á hverju og einu verkefni. Já, og bara sem dæmi, ef að þeir væru eini, þeir voru 1 af 2, þannig að þetta ekkert að marka. En af 19 milljörðum, 1%, þarna væru 190 milljónir í commish. Já, einmitt, ég bara algjörlega, ég ætla að taka eitthvað svona svipað dæmi. Já. En þið skiljið þetta, svo þú veist verðskrána, það þetta að sjá verðskrána, þetta 1% af kaup- og söluþóknunum með skráðbréf á innlendum markaði. Hvað kostar þið 200 espresso hjá þeim? Fyrir gamla skóla. Þú ert alveg bilaður. Herru, svo bara, þú veist, kaup- og söluþóknunum með óskráðbréf 2% og þú veist, það allur gangur á þessu. En ég held að flesti séu nú svona búin að ná þessum tekjustofni. En eins og ég segi, 995 milljónir króna í commish, tekjur á viðskiptaþóknunum. Svo eru hreinar fjármunatekjur upp á 16,2 milljónir. Þessar tekjur fela í sér virðisbreytingu á verðbréfasjóðum og svo þetta vaxtatekjur og fleira. Þeir eru yfirleitt ekki svona flokka sem tekjur beint venjulega. Fjármunatekjur eru svona sérstaklega neðar á rekstrarreikningnum en var vissulega inn í tekjunum hér.
En að lokum eru svo hérna aðrar tekjur upp á 775.000 krónur sem ég kann svona engin frekari deili á. Kemur að minnsta kosti hvergi fram í skýringunum. Þetta geti, þú veist, geta verið bara fyrirlestrar eða eitthvað. Fáið greitt fyrir að vera með einhverja kynningar eða eitthvað svona. Ég skal ekki segja. Ég ekki viss. Þú veist, þetta er bara svo lítil uppa, það skiptir engu máli, sko. Þetta er svona hliðarstarfsemi og einhverja PowerPoint kynningar og... Já, veist, maður veit það ekki, skilur. Ég er bara 775.000, líka sléttar, ég veit það ekki. Nei, ég veit ekki. En heildartekjur eru því hérna yfir miljarinn sem er nú bara stórgott. Ég sé að ársverk félagsins eru 11,7 sem að gefur okkur tekjur per starfsmann upp á 86,5 milljón sem er helviti gott. Við erum ekki að sjá það á hverjum degi. Nei. En við höfum nú vissulega séð eitthvað því líkt nokkru sinnum en þetta er svona talsvert betra en hérna meðaltal. En þá eru tekjur upptaldar og skulum bara kíkja á gjöldin og sko þar fer hæst annar rekstrakostnaður og hlustaðu nú vel og mér fannst mjög áhugavert að sjá hversu hár hann er. Það eru 304 milljónir króna og ég spyr mig, er þetta bara væn og dæn? Er þetta ekki bara risna? Ég skal ekki segja. Gamla góða helvítis er risnan. Ég sko, síðan til miður enga sundurliðun á þessu en við vitum að það er auðvitað ekkert ódýrt að reka svona batteri sem dæmi þá kostar grunnáskrift af Bloomberg $25,000 á ári fyrir hvern og einn aðgang sko. Það er að segja Bloomberg Terminal, þetta er algengasti hugbúnaður fyrir sérfræðing á fjármálumörkuðum. Sömuleiðis eru þau í gullfallegu húsi á Skólavörðustíg. Ég sé hérna mest að kosti í ársreikningum að þau eru að greiða 18 milljónir í leigu á ári fyrir sína veru þar á Skólavörðustígum. Fyrir ofan bókabúðuna eða? Þau eru hérna, nei, þetta er hvíta húsið þarna á móti rauða. Hvíta húsið á móti rauða? Þetta er hérna svona miðjan. Þú verður bara að fletta þessi inn á já.is. En ég veit að ég var þarna á stígnum. Legan er ekki ódýr. Nei. Hún er ekki ódýr, ég get sagt það. Og þetta er orðið bara svona, þú veist, hjá þessum verðbréfafyrirtækjum að vera þarna niður í bæ, skilur þetta er svona þykir... Þú ert náttúrulega alltaf að væn og dæna, sko. Þykir dálítið móðins að hérna fossar náttúrulega þarna fyrir ofan tjörnina og hérna þau á Skólavörðustígnum og þetta er svona, þetta er hipp og cool dálítið. En svo þú veist, eins og ég segi, það eru fleiri hérna breytur sem að væntanlega flokkst undir annar rekstrarkostnað. Þau eru búin að vera í þessum fjárfestingum tengdum nýja appinu auðvitað og eitthvað í kringum hennan nýja sjóð sem að er verið að fara að leggja á laginnar. En það er bara stór, sko, með svo góð spurning, hversu stór partur af þessu er bara sukkeri? Bara væn og dæn, sko, því að við vitum að það er náttúrulega mikið væn og dænað í þessum gera, það er ekkert launungamál, en hér erum við með annan rekstrakostnað sem eru sléttar 30% af tekjum félagsins. Þannig ég ákvað að gera svona smá samanburð. Mér fannst áhugavert að skoða og taka saman hérna, þessi helstu fjármálafyrirtæki og sjá hlutfall annars rekstrakostnaðar af tekjum. Og hérna, og sjá svona hvar mögulega séum að ræða mesta sukkið. Og hvað er djúsin? Og ég tók þetta hérna, sko, þetta er Agró, Landsbréf, Stefnir, Íslandssjóður, Kvika eignastýring, Fossar og sko áður og byrtir þetta, erum við bara að fara hérna útiloka alla okkar möguleika á fjármálamarkaði þegar þú ert búin að byrta þetta? Nei, þetta er bara opinberun ristnunar í boði addans. Þetta er bara opinberar upplýsingar og þú veist, alls ekki þar með sagt að hér sé bara 100% hlutfallum væn og dæn, en þú veist, það er náttúrulega partur af þessu eins og við vitum og hérna, en sko, Agró er með 30%, svo fór ég í Landsbréf 4,23%, Stefnir 7,3%, Íslandssjóður 2,9%, Kvika eignastýring 2,1%. Það er nú eitthvað fiff, ég veit að þeir alveg liggi í snúðunum. Ja, Kvika eignastýring er 22,1% sem þetta annar rekstrarkostnaður að tekjum. Okay, já. En svo eru Fossar. 50,33%. Já. Og við vitum það samt að þau fengu fjárfestingabankaleyfi 2022 sem að hefur auðvitað kostað eitthvað. Þetta er endalaus kostnaður við lögfræði bla 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 og sækjum þessi leyfi og svo er þú veist sameiningi við Vís nýtilkomin núna 2023. Við vitum ekki hvort að eitthvað kostnaður hafi verið á bak við það 2022 en þú veist það, þau hafa eitthvað verið high on life þarna kannski og sko
svo langaði mig að bera þetta saman við Prime Gamma 2017. Já, þetta er komið alvöru samanburð. Og þar hefur maður nefnilega heyrt allar helstu sögunar af svona. Já, ég meina, þú veist, eitthvað var vænað og dænað þar. Já. Og hlutfallið þar 40,5%. Og þú veist, hjá Gamma 2016, það örugglega bara the year of the suck, sko. Já, það pirrar mig sko að Fossar séu þarna hærri, að kannski svona skekki niðurstöðunar með þetta, þau hafi verið í öllum þessum leifum og öðru, sko. Sömuleiðis Agro með 30 en voru auðvitað í, þú veist, að sækjum hinn og þessi, eða veist, voru að þróa hugbúnað og fleira sem að getur verið dýrt, sko. Já, en Prime Gamma, sko, 40,5, mér fannst það mjög gaman að kíkja á þetta. Það er ákveðin standard, það er staðall fyrir góða stjórnarhætti, eða eiginlega ekki slæm, ég held að ég segja slæma stjórnarhætti. Þetta er ekki bara svona viðmiðið, eitthvað Prime Gamma svona. Já, það er bara svona ætti ekki alla jafna að fara yfir það árlega. Já. Ég skal ekki segja. En skulum segja því vera hluta regluvörslu bara, heyrðu strákar, við erum hérna nálgast Prime Gamma, við skulum aðeins bara hægja á kortunum. Það ætti að vera bara svona eigin fjárkröfur þessara fyrirtækja, við ættum að setja bara viðmið við Prime Gamma 40,5% á annar rekstrarkostnað. Hannes, ég var að lækka heimildana hjá miðlurunum niður í milljón á mánuði á kreditkortin. Herðu, því næst eru það svo hérna laun og launatengd gjöld. Þar eru við með ansi myndarlega tölu einnig 228 milljónir króna. Þar af eru 187,9 milljónir að fara í laun til starfsfólk sem að gerir miðað við 11,7 ársverk, meðaltekjur upp á 16 milljónir á ári. Ertu með einhverja kenningu, hvað mikið af þessu fyrir líbana? Eru rekstrarkostnaði? Bara hvað stór hluta ristnunni fer bara í líbana, fóðra líbana? Ég þekki það ekki. Nei. Líbarnir þurfa að lifa, þannig að maður skilur að þurfa að væna og dæna líbana. Já, algjörlega. En enga getgótur. Tökum það fyrir síðar. En hérna, allavegna, með 11,7 ársverk eru meðaltekjur fyrir 16 milljónir króna á ári, sem gerir 1340.000 krónur í mánaðarlaun á starfsmanna meðaltali. Og þetta verður að teljast ansi gott. Ég held bara hreinlega að besta sem við höfum séð hjá fyrirtæki með fleiri en 10 starfsmenn, sko. Eins og ég segi, þetta er okkar 6050 þáttur, þannig að við höfum skoðað margt, en ég held að þetta sé yfir 10 starfsmenn að besta sem við séð. Ég man allan ekki eftir því. Herru, þá eru bara útgjöldin upptalin, samtals rúmlega 532 milljónir króna. Það eru bara þessi tveir liðir, annar rekstrarkostnaður og svo laun og launatöld gjöld. Hér er ekkert kostnað að vera seldra vara en eitt slíkt, þau eru bara að selja sína þjónustu, og að selja sína þjónustu getur náttúrulega verið góðu vísir á betri framleið en ella. En EBITDA félagsins var hvorki meira en minna en 479 milljónir króna, sem gerir 47,4% EBITDA framleið, sem er náttúrulega alveg gjörsamlega bilaður árangur, sko. Fóru yfir 50% EBITDA framleið 2021, og sko frá því að Hannes labbaði þarna inn, höfum við bara verið að sjá grænt og ekkert annað. Tekjur, EBITDA og hagnaður, bara hefur allt farið hækkandi ár frá ári, sem sagt hærri en árun og áður. Hannes er hrifinn. Þú heyrir ekki í honum koma. Frá því að maðurinn labbaði inn, sko. Þú heyrir ekki í honum koma. Nei. En það skrækir í þér þegar hann labbar í burtu, sko. En þú veist, talandi hagnað, maður minn hérna, 379,5 milljón árunni 2022, það gerir 37,5% hagnaða hlutfall. Þá spyr maður sig eðlilega út í arðinn, og það þýðir eiginlega ekkert að vera að skoða það nema bara eftir að hann stígur inn í þetta. Þetta voru bara það litlar upphæðir fyrir hans komu. Ég held að hann var að koma inn 2017 eitthvað mitt ári eða svo. Byrjum bara 2018, ok, það eru 0 krónur í arð, búm, það er uppbyggingafasi, ok, 2019 50,2 milljónir, 2020 139,5 milljónir, 2021 150 milljónir, 2022 255 milljónir, og svo er lagt til í nýjasta ársending að 285 milljónir verði greiddar út fyrir rekstrarárið 2022. Þannig að þú sér það að þetta er bara prentvél hérna hjá þeim í Agro, og arðgreiðsla hvers árs bara alltaf hærri en á því síðasta. Já, þeir hafa verið hóflegir í þessu. Þannig að hérna, já, ég meina, þú veist. Er ekki rétt að segja þeir? Ég held að það er engin kona í eignarhaldinu. Það er engin kona þarna í eignarhaldinu, en þetta er bara alveg stórkostlegt. Það er alltaf verið að hækka rána, sem er bara vel, það er vöxtur, við viljum vöxt. Innlend verðmætasköpun, áfram gakk. En þá er rekstrarreikning bara lokið, algjört listaverk að þú spyrir mig, og þá er það bara að kíkja á efnahagsreikningin, og ég ætla að hafa hann í boði Payday í dag.
Og ertu búin að vera að hitta Bjössa eitthvað í sturtunni nýlega? Nei, við höfum ekkert faðmast í sturtu nýlega. Okay. En við höldum bara góðu sambandi. Algjörlega. Ég líka, það er eitt sem ég held að fólk átt sig ekki á. Þú getur sendt reikninga erlendis í gegnum Payday. Í hvaða gengi sem er. Ég er búin að vera því og það er sko brilljant laust sko. Og þeir senda reikningin á ensku og allt, þetta er bara staðlað form. Og ég get ekki, þú veist, ég var svona, hafði smá ágjur á því áður en ég byrjaði, verður þetta ekki eitthvað böllu á þessin. Þetta er bara einfaldast sem ég hef gert. Einfaldast sem þú getur gert. Það er bara eiginlega allt sem þú gerir þarna inn á er það einfaldast sem þú hefur gert. Þannig að það er eiginlega bara allt annað er rugl en að vera í Payday. Svo var það litla fallega saga vikunar í búið Payday. Var að heyra kærasta frænda míns, búin að vera að módelast og eitthvað svona, þarf að fara að senda reikninga. Beint í Payday. Þetta er bara fyrir alla. Þú þarft ekki að vera með up-and-running fyrirtæki. Þú þarft bara að geta sendt reikninga, fengið á greita. Þú þarft bara Payday. Algjörlega. Ekki spurning. Við þökkum þeim kærlega fyrir samstarfi og skulum vinda okkur í efnahagsreikninginn og við byrjum á eignum og þær eru í heildina 705 milljónir króna og þeim er nú ekkert sérstaklega skipt upp í fasta fjármuni eða veltu fjármuni í ársreikningunum svo ég skal bara gera það fyrir þau. Fasta fjármunir standa í 11,9 milljónum þar sem varanlegir ekstra fjármunir eru 9 milljónir og undir því eru áhöld, tæki og húsbúnaður engar frekari sundurliðanir þar bara þetta típiska skrifstofudót væntanlega og svo eru það óefnislegar eignir fyrir 2,7 milljónir og þar eru við að tala hugbúnað sem er bara, hann er afskrifaðar að mikilli hörku 33% afskriftahlutfall. Ég er líklega verðbréfavefinn þeirra að ræða, ég er ekki viss að... Þetta er mikil harka, en hann er fastur en sanngjarn. Já, einmitt en þú veist, það er sennilega líklegt að smáforritið, appið þeirra náið þarna inn að einhverju leyti. Sennilega að hluta til. Já. Svo að lokum eru það eignarhlutir í öðrum félögum og þar eru skráða 200.000 krónur, en samkvæmt skýringum þá eru þetta, þá er þetta Orka Capital. Það heitir Orka Capital Partners EHF, sem er félagið í kringum sjóðstýringuna stofnaði í september 2022 og þar faraði með 40% hlut en þar er þar er verið að vinna að undirbúningi að stofnun rekstraraðila sérhæfðra sjóða og glöggi taka nú eftir því að Orka er að sjálfsögðu Agró aftur á bak. Ég held að það hefur nú ekki verið tilviljun. Vá, þetta á sniðis en þá eru fasta fjármunir bara upptaldir og þá skulum við kíkja á veltufjármunina. Þeir telja 693 milljónir og þar eru við með verðbréf og verðbréf á sjóði sem telur tæpan helming af veltufjármunum eða 331 milljón króna og hér er ekki sjóðsinnistæður hjá viðskiptavinnum að ræða, heldur bara þeirra eigin fjármagn. Það kemur fram vissulega í ársreikningum að félagið er með eignir í vörslu fyrir viðskiptavinni upp á 9,7 milljarða króna í lok árs og það er náttúrulega ekki tekið fram í efnahagsreikningum svo sem eðlilega, en það er ekki peningur í þeirra eigubeint, en það er þó allur gangur á þessu. Ég sá að Myntkaup til dæmis, þau skráðu þetta inn í efnahagsreikningin hjá sér. Já. Sem sagt Þau eru nú að heyri kjartaninn næst þegar nærfum. Já, þau eru með sem sagt bara innistæður viðskiptavina eða eitthvað þannig, bara inn í efnahagsreikningum. En ég held að tíðkist þó ekkert á meðal fjármálafyrirtæki að skrá sjóðsinnistæður á efnahagsreikningum. En svo er það viðskiptakröfur upp á 165 milljónir króna og þetta eru útistandandi viðskiptaþóknanir í árslok og þetta er heldur hátt hjá þeim 2022 meðan við önnur ár. Hér er spurning því að Agró voru náttúrulega á meðal söluráðgjafa í 10 miljard króna skuldabréfa fjármögnun hjá Alvotex sem lauk 16. desember. Já. Og ég fór að velta því fyrir mér hvort að meiri hluti þessar upphæðar sér hreinlega bara tjekkin fyrir þeirri vinnu sko. Hvað sagði þetta að vera hátala? 165 milljónir en sko ég skal ekki segja hafa verið með viðskiptakröfur í loka árs einhverja svona 15-20 milljónir þarna 2 árum á undan. Já, mér fannst óvenjulegt að sjá þarna 165 milljónir allt í einu. Ég held að þetta sé tjekki fyrir Alvo, bara sagt án ábyrgðar. Ég ætla nú ekki að fara að hækka í þessu, henda engi sprettin á hérna. En þú sér það bara, ég meina 1% þóknun fyrir svona fjármögnun eru 100 milljónir. Já. Svo þetta er ekkert óraunhæft, sko. Nei. En bara fabuleringar, enn og aftur, þú veist, þess vegna erum við hér. Við erum bara að leggja fabuleringar fram á borðið. Allt sagt án ábyrgðar að sjálfsögðu.
En svo síðasta stærðin sem að ég ætla nú hérna Ég vil reyndar taka ábyrgð á mínum eigin gjörðum hérna. Nei, þú ert reyndar þekktur fyrir að gera það ekki. En hérna síðasta stærðin í veltufjármunum, það að sjálfsögðu hann bara féð pingjan sjálf, hún stendur í 147,7 milljónum króna. En hann bara féð hjá þeim samanstendur á óbundnum bankainnistæðum og bundnum að hámarki til 30 daga samkvæmt skýringunum. Þannig að þetta bara nokkuð myndaleg pingi hjá þeim. En þar með eru eignir upptaldar samtal 705 milljónir króna og þá eru það skuldirnar sem eru næstar og þar má sjá að félagið langtíma skuldlust sem auðvitað gríðalegt fagnaðarefni. Allar skuldir eru hérna til skamstíma og þar heildar upp að 157 milljónir tæpar og þetta svona þetta típiska bara tekjuskattur til greiðslu 93 milljónir, aðra skamtíma skuldir 43 milljónir, viðskiptaskuldir 17 milljónir og já, það svona þetta helsta. En ég ekki komin alla leið hingað niður á reikningnum til að fara að sleppa veltufjárhlutfallinu. Þetta alveg stórkostlegur ársreikningur. Já, ertu tilbúin í veltufjárhlutfalli? Já, 4,4 milljarðar. Nei. Hlutfallið 4,4. Já, ég veit. Bara veltufjármun deilt með skamtíma skuldum, þetta auðvitað stórkostlegt og auðvitað félagið, þú veist, félagið bara skuldlaust, þau eru nánast með nægt handbært þér bara til að greiða þessar skamtíma skuldir upp strax og það óhætt að segja að efnahagsreikningurinn lítur bara engar vel út hjá þeim. Já, þetta þokkalega arbært projekt. Já, algjörlega og þú veist efnahagsreikningurinn að mínum mati bara stórbrotin, eigiféð ef við hérna glukkum örstutt í það þá þú veist það náttúrulega hlutafé hérna upp á 15 milljónir, lögbundi varasjóður fyrir 3.750.000. Svo hérna bundið eigifé sem ekki má snerta upp á 6,6 milljónir og svo óráðstafað eigifé upp á 520 milljónir. Já. Þannig að þrátt fyrir allar þessar arðgreiðslur sem að hafa átt sér stað og þú veist þau hafa nóg inni. Þau hafa nóg inni og þetta bara hérna, já herru, ég glemdi náttúrulega að taka, mér að segja hérna, glemdi að taka skuldahlutfallið, við skulum bara hafa það svo að það sé nákvæmt. Skuldahlutfallið? Já, þú veist, það í rauninni 0%, þú veist, bara ef þú hérna... Ekki bara einhverja kreditkortaskuldir í lok ég segi það, en ef við ætlum að hérna... Miðlararnir á jommunni bara upp á dag. Ef við ætlum að taka, hérna, tökum bara eiginfjárhlutfallið, maður sjá. Nú ég að stimpla þetta inn í reiknivélina sem hefur alltaf farið mér mjög vel. Þá erum við með eiginfjárhlutfall upp á 77,4% sem bara stórfínt. En já, þannig að þetta bara í raun upptalið og lítur bara nokkuð vel út og bara til samantektar jafnvel ef við förum í svona smá framtíðarhorfur tölum annamáli hérna bara, þetta peningaprentvél. Já, gengur vel. Ekkert annað, það gengur vel. Gera gott mót. Og þú veist, þetta auðvitað, þessar tekjur eru tilkomnar. Eitt sem að maður fer að hugsa núna og til að, eins og þú segir, þeir eru svo þungir inn í Alvó voru með hérna þetta skuldabréf og líka það ekki að hefur 1 af 2 ráðgjöfum með skráningun á markað upp á 19. Jú. Nei, já, hérna í lokuðu útboði. Já. Ætli það hafi einhver áhrif á starfsemina hvað Alvó hefur síðan gengið núna? Ætli það hafi átt einhver bréf í þeim eða? Ég þekki það ekki. Bara með það, ég fór bara að spá í þessu núna því að manni, ef þú horfir á þetta félag og allt sem við rætt, það bara bjart fram veginn. En eru einhvern tímann háðir þeim viðskiptum sem þeir hafa átt í að agitera fyrir? Nei, ég meina, þú veist, þau eru náttúrulega með eitthvað fé bara sem þau stýra sjálf, sko. Þú veist, bara sitt eigi fé. Já, akkurat. Svo eru þau með fyrir viðskiptavinn og það eru náttúrulega bara þóknanir, sko. Það kemur nú ekki fram í verðskráni að þetta sé þóknana based, sko. Nei, að þetta sé hérna árangurstengt, sko. Nei, ég alveg bara sölu, sko. Spá einhver svona orðspórsáhættu að þú ert að mæla með fyrir einhvern herðu, förum inn í Alvó, kom inn í Alvó svo fór Alvó eins og það fór. Já, einmitt. Hvort að menn séu, nei, nú er ég farin í Fossa þið voru að segja okkur frá Alvó. Ég var stórlega, ég held þetta sé rosalega einstaklingsbundi, sko, þú veist, þetta bara eins og þú veist, fólk bara með sinn miðlara eins og ég með minn klippara. Já, og það einmitt það sem að benda á áhættan að vera bara í miðlunardótinu að þegar hann stekkur á milli geti mist allt. Algjörlega, en nú eru þau náttúrulega að fara alltaf í retailin. Já. Sem að geti verið heilla skref eða ekki, maður veit ekki, þú veist, þetta bara óvissa. En ég held að sé óætt að segja samt sem áður að með tilkoma Hannesar þarna og með hann í
í farabróti eða í bara stafni skipsins að þeim sé það séu bjarti tíma framöndan. Já, ég vona það. Já. Ég vona það. En samantæktin í boði Dominos, ertu búin að fá Dominos í dag? Já. Já. Nei, ekki í dag, en ég gerði það helgina. Já. Maður fann að rúlla Dominos 3 í viku. Já. Þetta svo gott, maður. Fárlega gott. Líka gaman að alltaf vera að prófa eitthvað nýtt á þessu matseðli, sko. Ég eiginlega bara komin aftur í basic. Ég er farin að panta bara með pepperoni. Komið hringinn bara. Já, út af því að það eins og þessi meiri ostur með pepperoninu og það bara rugl gott. Það gott inn á milli. Þetta svona þessi upplifun að búin að vera í öllum bara Blaze, Prinsessa, Dóttir, Deluxe, Extra í mörg ár. Þetta eins og að fara í eitthvað svona munkaklaustur í Indlandi og bara núllstilla sig. Já. Skilur þú hvað að Já, algjörlega. Að vera bara að taka pepperoni, extra ostur og þú ert bara að hreinsa hugan, þetta geggjur pizza, þið líður svo vel, svo ferð aftur yfir í sterkari tegundir, sko. Harðari efnin. Já, en við harðari pítsur. Þökkum Dominos að sjálfsögðu kærlega fyrir og minnum fólk á að það er 3-dagstilboð í dag. Af hverju að elda, spyr ég. Kíkja á Dominos. Svolítið sniðugt. Og láta þau sjá ykkur þar. Ég og frúin, við ætlum að vera með svona 5-rétta rauðvínspörun með Dominos pítsum. Já, ég meina, er það ekki eitthvað orðið? Gjör okkur glaðan dag. Það er ekki eitthvað að fara að hitna í dag? Jú. Ég heyrði það einhvers staðar út undan mér. Já. En herru Yngvi, þú varst með einhverja skoðun á þessu verðmatinu? Nei, ég gerði það ekki. Nei, þú vilt ekki taka það? Nei. En ég fekk það þó staðfest að það væri þvæla að henda sama markvaldar á þau og Fossar fengu. Því að í dag er bara, þetta er orðið eðlis ólíkt að vera skráður fjárfestingabanki. Er bara premía sem að Agró er ekki með þetta. Þetta eru mjög áhugaverðar vangaveltur með svona, þú veist, tokenana-based business í þessu. Þú veist, þetta rúlla bara á mannöðunum. Já, en þú veist, einhvern tímann heyrði ég, sko, þeir eru náttúrulega með eignastýringu, þannig að maður veit ekkert hvaða premía liggur þar. En eins og ég heyrði bara fyrir pjúra miðlun, þá væri það bara eins og bókvært eigið sko. Ef þú ert bara miðlun, þannig að þú vilt byggja upp einhverja hliðarstarfsemi sem að gerir þetta aðeins meira stikki og meiri premju. Algjörlega. Það var einmitt orðið sem var notað svo mikið að kunnarnir ekki nógu stikki ef þú ert bara miðlun, því að þú veltir miðlan. Veistu, ég hef bara engar áhyggjur af Hannesi og Kóð þegar að þessu kemur, sko. Nei. Ég, þú veist, þetta er bara svo stuttur tími. Þetta er ekki tími, þetta er 5 ár sem við erum búin að starfandi og búin að gjörsamlega rífa þetta upp, sko. Og búin að ná eftir þetta að vera árangri á stuttum tíma og hann er frjóri í hugsun, þú veist, þau eru komið með þetta, fyrsta sinna tegundar, appið er stilt, sko. Já, þannig að ég er bara býð spenntur eftir að sjá hvað þau gera næst. En að því sögðu þá held ég að við segjum þessu loknum bara í dag. Já. Eitthvað svona sem þú vilt koma til skila? Nei, bara skemmtilega, við ættum að taka fleiri fjármálafyrirtæki. Já, ég klárulega, ég skemmti mig konunglega í þessari yfirferð. Ég er eiginlega bara svona, ég er búin að fá miklu fleiri hugmyndir á því að horfa ársreikningi núna heldur fyrir sem að mér langar að smita inn í aðra reikninga. Einmitt. Góður punktur. Og er þessi annar rekstrakostnaður sem hlutfall að tekjum samanburður? Er hann komið til að vera? Það ristna sem hlutfall að tekjum. Það er aldrei að vita. Við sjáum til en það er alltaf gaman að vera með einhverja nýsköpun í þessu. Já, ég meina það bara. Það þarf að fóðura lípana. Þú veist hvernig þetta er. Tekið per starfsmann, þetta er komið inn í annarkvæmt uppgjör. Það er bara pingju áhrifin sem tala þar. Herri, við þökkum kærlega fyrir okkur í dag, við verðum með okkur á föstudaginn næsta. Já, og þið verðið væntanlega þunn eða í fríi. Já. Og bara muni, það er löglegt að segjast vera heima með veikt barn upp að 18 ára aldri. Já, kasta fram á hann ábyrðar hérna. Jói minn er veikur í dag. Veitu hvað er Jói aftur gammal? Hann er í öðrum bekk í menntaskóla. Við lokum með svo engisbrettunni. Hafið það gott. Hafið það gott.